daginn, kæru vinir, og velkomin til spjallsins í dag og líklega verður það nú tengt æskusögunni minni. Ég veit ekki hvort að míkrafóninn að skikja eitthvað á fallega andliti mitt. Það verður það bara kannski ekki alveg eins fallegt núna eins og einhvern tímann áður, en ljósið er beint fyrir fram að mig og svo er þessi mikli fallegi míkrafónn. Ég var nú með hann einhvers staðar annars staðar einu sinni, kannski hef ég hann bara þar líka áfram. Og þá væri hann þetta niður, aðeins niður og drögum hann mingað og í þetta stellingum. Þá held ég konið með hann á þennan stað. Og þá var engin skuggi á fallega andliti mitt. Ekki viltu hafa skugga á því að þú verður náttúrulega fagna yfir einhverju. Og aðeins að draga þetta nær. Höfum þetta svona. Já, við kannski hjólum í eina æskumynd núna. Og ég, eins og þú og við öll, gengum í grunnskóla. Grunnskólinn minn var Lækjarskóli Hafnarfjarðar og þar var ég frá 7 ára bekk, eins og talað var um á þeim tíma, það heitir víst ekki annað í dag, og grútsifjaður á morgni, gekk maður í skólan og settist inn í þá stofu og í þeim bekk sem maður var settur niður í. Og það var svona kannski ánægilegt að þessi krakkar sem maður voru með, að margir af þeim fylgdu manni og ég þeim fram bara þangað til að skólaskildinu lauk. Á þeim árum þá lauk henni við 14 ára aldur. Ég líkur henni nokkuð tíma núna, er ekki menn bara í skólu meira og minna all sína ævi. Mér sýnist það. Það er allt í lagi, menn hafa þetta eins og þeir vilja. Og í skólanum var margt gert og í skólanum þá auðvitað lærði maður að draga til stafs og lesa og skrifa og allt hans saman það og reikna. Í skólanum lærði maður handtök við smíðar og annað og ég lengi vel, þó ég reyndar gerði það ekki lengur, hafði gaman að því að smíða. Og smíðaði margt í höndunum, vann þetta allt í höndunum og var að reyna að skapa eitthvað svona, bara eins og mér langaði til að hafa það hverju sinni. Undirstöðurnar sem ég fékk, þær eru í raun og veru allar komnar úr Lækjarskóla, úr handafinu tímanum hjá Svavari blessuðum sem að kenndi okkur held í allan tíman sem að ég var þar í námi. Og þarna sjáum við að þegar áhugin er með, þá líka lærum við. Og áhugin var einkum og sérlega þarna í þessari handavinum, ég var skemmtilegt í handavinum. Og þessi árangur sem ég hafði þar, af meðferðum verkfæri og hvernig verkfæri væri gott að nota, hafa fylgt mér síðan. Og eins og ég var að segja, þá lengi vel var ég að fást svona við alls konar handavinnu, en eins og ég var líka að segja, þá fylgir það mér ekkert lengur. En þetta er bara tíð sem er liðin og ég er ekkert að sakna neins þar og ekkert sem sagði mér að ég get ekki verið ennþá í þessu, bara ég vildi. En það allt saman hætti fyrir nokkrum árum. Það var margt sem að ég lagði til hliðar þegar ég stíg inn í kirkjuna og það var í kringum 1999 líklega sem ég geri það. Og ég er þar ennþá og þá má segja að maður hafi eiginlega lagt allt þetta niður. Ég saknaði skist þaðan og önnur verk bara tekin upp sem að maður sinnir ennþá. En það er skólinn og við vorum alls konar að gera krakkarnir og stundum að mann leittist alveg óskaplega þá tók maður upp á einhverjum kækjum sem að mér fannst allavega agalega að finna, en kannski ekki öðrum, en
Ég man eftir því að við vorum að senda hvorum öðrum svona krumpaða miða, það vissi enginn hvaðan þetta kom og maður skrifaði eitthvað á það, einhverja þvælu og ég vil nú ekki, það skiptir einhver máli hvað skal tóða þeim og svo gætti maður sín á því að maður henti þeim svona til hliðar þessi, ekki beint fyrir framan sig sko, því að þá náttúrulega vissi allir hvaðan þetta kom, þannig að maður henti þessu til hliðar með sitt hvori hendinni. Ég var alltaf í miðröð, ég hafði valkost upp á 2 hendur og sá sem að fékk miðan að kom eins og miðin hefði komið úr gluggaröðinni eða röðin til vinstri og ég alveg sárasaklaus þarna alveg á kafi yfir lærdómnum að því ég séð varð og engin grunaði mig neitt en dátti það ekki að vera og að vísu man ég nú ekki eftir mörgum svona miðum til mín en ég fekk nú samt einhverju og það var sjálfsagt verið með sama hætti það hefur komið frá þessu borði eða frá einhverjum allt öðrum en að virtist koma frá allt öðrum en sendingin var frá. Þetta voru svona leikir og bara krakkaleikir sem við vorum í og svo ískalega í mann hláturinn þegar hann tók upp miðan maður og svo horfði hann í allar áttir og ég fyrir aftan alveg svoleiðis ískalega í mig hláturinn og þóttist vera í miðjum lærdómi en var allt annað að pæla og hugsa og svona var þetta nú oft hjá okkur og það var á einum stað, þetta er svona misjætt hjá hvað þessi ágætu kennarar kunna lagið á krökkum og það var einn kennar í skólanum, hann var nú reyndar orðlagður fyrir að ekki dvald á krökkunum en þetta var nú samt ágætis kall og allt saman það en átti það til að verða svolítið skapbróður og ég var hjá þessum ágæta manni 1 eða 2 vetra og svo sem bara ekki tjóna því það var fjör í honum mann ég og einu sinni sem oftar ég líklega eina skipti sem ég sá eftir að hafa skrópað maður kunni þá list nú óbyggilega betur mörgum öðrum og einn daginn sem oftar vantaði mig í tíma og svo kem ég daginn eftir og þá heyri ég líka þess að svakalegu sögur maður ég sá strax eftir ég hafi ekki verið með það nú hefði ég vilja vera með hugsaði maður með sjálfum sér og það náttúrulega fór allt upp í loft í kennslustofunni og ég held að það hafi verið svo mikill atgangur það var eitthvað mynd þarna upp á vegg og hún líklega ég man ekki hvort hún fór í gólfið allavega kom brestur í glerið í henni og það var svo mikið fjör og ég alveg gjörsamlega eyðilagði maður yfir því að hafi ekki verið þarna með og eins og ég sagði á hann og líklega eina skiptið sem ég sá eftir því að hafa skrópað við sjáum að það er ekki bæði haldið og sleppt ekki manni nú alveg svo sem hverjar þær lyktir urðu en hvort ykkur var kallað þetta skólastjóna sem sennilega hefur það nú verið allan var það ekki ég þegar ég var í skrópi þann dag sem að allt varð vitlaust á en fannst alveg hræðilegt að mista því það var nú eina hugsunin sem að ég kom upp hjá mér og ég mistaði og fekk svo bara sögurnar hjá krökkunum eftir að ég kom daginn eftir og alveg klóraði mér í skallanum þetta var agalegt maður ég er ekki að tala um það baði mig enginn að skrópa og svo heldur þetta bara áfram tímarnir renna upp og hver á eftir öðrum og það var einu sinni endilega hvort að ég held að hafa verið gert nokkru sinnu þetta bara til gamans að við strákarnir vorum beðnir að velja sætustu stelpuna og ég skrifa nafn á miðan og það var vanlega sama sem að vann fegurðarsamkeppni þá varna og svo fengu stúlkurnar sem beðni að velja nú myndarlegasta strákin og það var búið að gera þetta í einhver skipti sem ég var að segja og það var alltaf sami sem að stóð upp, það var ekki ég nema einu sinni maður þá gamli bara valinn myndarlegasti strákurinn í bekknum og ég var nú ekki sammála því það man ég
þessi sem hafði alltaf unnið, myndalögu strákur og allt það, og við vorum það auðvitað öll og eins og gengur í þessu, og hann var það gamli maður. En sem betur fyrir þá var það nú ekki nema eitt skipti. Ég var ekki hrifinn af þessu. Ég vildi bara þessi eftir þetta og hann ætti bara að standa upp og kynna sig sem sætasti strákurinn í bekknum. Það var alls konar svona sem var í gangi í skólanum. Þetta svona eftirminnilegt og auðvitað bara til gamans gert og ég veit ekki hvað gert í dag. Það sennilega má ekkert svona í dag því að þá væri það mismunun því að það náttúrulega þarf niðurstöðu. Þegar ykkur orðin sætastur stelpna stráka þá kannski talað mismunun í dag. Þetta allt orðið svo skrítið í dag maður. En þarna þótti þetta bara sjálfsagður hlutur. Eins og var bara þegar ég skilaði þeim árangri að vera fluglæs í 9 ára bekk. Var ólæs þar að þaðan og ég fekk tassanababróðir í verðlaun og manneskjan sem stóð sig verst fekk líka tassanababróðir sem þá hvatningarverðlaun, svona segja það. Og við vorum bæði alveg sárlega öfundum maður. Engi var að pæla í árangri eða ekki árangri, það var bara okkur langaði í tassan. Og ég fór með mína tassanbúk heim og hún líklega sína. Var ekkert verið að pæla í þessum árangri mann aldrei eftir því. En sem sagt ég þarna kosinn 1 árið. Mér algjörlega það var ekki það sem ég var að biðja um. En það þýtti ekki að þræta við dómaran. Dómurinn var kveðinn upp og í þetta skipti var þessi hérna. En sá sem hafði unnið ekki. Ég held að hann hafa nú hreft titilinn aftur næsta ár. En þetta var gert. Já, líklega bara hverju ári. Ég veit ekkert af hverju þetta var gert, eins og ég var að segja líka, þá líklega þið nú talaði mismunun í dag og eitthvað sem ætti ekki að vera, en það var enginn að velta þessu fyrir sér. Þetta var svona bara uppbrot á deginum og tímanum og allir bara þokkalega sáttir, takk fyrir. Og þannig var nú skólinn líka. Og frímínúturnar voru nú aldrei skemmtilega maður. Þar voru einhverjir, ekki var nú ekki mikið, en það kom fyrir að einhver maður svo ryk stíga upp af plani og þar voru einhverjir að tuskast og veltast í sandinum og svo kom kennari og stígaði drengjónum í sundur og það var nú ekki neitt alvarlegt í gangi. Einhver teki húfu af einhverjum og hinn orðið brjálar vegna þess að einhver tók húfun og löpuðu eftir hann og svo rökuðu saman þegar sá sem átti húfuna náði vininum. Og svo kom kennarinn og strákar, hættið þessu. Og það var urðu sættir aftur. Og á þeim árum í skólanum, það mátti þá og þótti sjálfsagt þá. En þið líklega ekki leitt í dag. Að það var svona ákveðin agi í skólanum. Ég kann vel við aga. Og þá var alltaf raðir við Lækjarskóladyrnar, sitt hvoru megin. Og bekkirnir röðuðu sér upp þarna og áttu bara sinn stað í röðunum. Og svo var, sem sagt, átti að vera beinröð og menn pössuðu sig á því að hafa hana beina. Þetta var svona flott svolítið. Man ekki hvað stofurnar voru margar en raðirnar voru þó jafn margar. 4 kannski sitt hvoru megin eða ég man ekki hvað við vorum mörg og ég held að svo hafi verið sem sagt þar voru þessum, svo held ég að hafi verið 1 eða 2 langsum sem sagt út á leikvöllin skólalóðina. Og svo kom hver kennari og bekkurinn hans gekk eftir kennaranum minn. Það var byrjað eftir ákveðinni reglu og ég reikna nú með að raðirnar sem stóð út á planið, skólalóðin hafi gengið fyrst inn. En það var alltaf 1 röð sem fór inn í einu. Þegar einn var farin inn þá kom næsti kennari og
og svo framvegis, þetta tók nú engan tíma þannig séð, þetta var bara skipulagt og svo vissuðu þetta allir hvað til stóð og hegðuðu sér eins og menn. Við hegðuðum okkar alltaf eins og fólk þegar ég var í skólanum. Og ég man eftir bara einu sinni, og þá búið að stilla upp maður, búa til þess að svaka flottu röð, það var nefnt röðin sem ég var í. Hvað heldur að hafa nú skeð þá? Kemur ekki suðandi randalfluga inn í hópinn maður. Og hún bara tvistraði liðinu bara hróp og köll og það splundraðist öllu röðin og bara öngþeyti í röðinni og svo fór flugan alveg logandi hrætt í burtu og þá þéttust raðirnar aftur. Það var svolítið leiðið þessu, þetta var svolítið fyndið og mann eftir þessu, ég var þarna líka og ég svolítið alveg logandi hrætt. Það var mikið hróp, hvort ég var einn af þessu hrópaði, ég veit það ekki, man það ekki, kannski. En ég manna alltaf eftir þessu randaflugu kvikindi sem kom og það hafði gjótt mikið til þess að ræða litlu spóahjörtun okkar og litla randaflugan tókst að hræða ennþá minni spóahjörtun sem slógu á bak við bringubeinið í okkur. Það fór allt upp í loft og svo róaðist þetta aftur og kennarinn kemur og við göngum á eftir honum inn þegar komað okkur og svo hófst kennaratíminn, kennslustundin. Svona var þetta í Lækjarskóla. Og ég held þetta sé nú ekkert svona í dag, það er allt sem heitir AI í dag, það er bannorð, það ekki. Er það ekki bara einhver afskiptasemi að blessuðum börnunum? Ég held það. En það var AI-inn þá soldið og ekki svo að skilja að menn hafi verið eitthvað miklu meira agaðir þá en að sumuleyti þá má segja það að svo hafi verið, að sumuleyti. Þannig að við vorum bara þarna í okkar röðum og í okkar námi og þegar ég var í þessari óláta stofu þar gerðist nú margt sem mér fannst skemmtilegt en örugglega fyndist mér eitthvað allt annað í dag með það. En þetta var óhægilega skemmtilegt líka þegar maður var að skrifa miðan og leta hann koma kannski frá þessari átt. Þegar lenti hann á borðinu þar sem hann átt að fara og svo passa maður að vera að skrifa maður svo ískraði í maður hláturinn, þetta var svo fyndið. Og sérstaklega þegar hinn opnaði miðan og svo leita hann í kringu sig. Messa stenda mér skilaboð. Það var bara ég. Svona var þetta þá. Og svona líka að gera stundum krakkar. Og svona var stundum gert í Lækjarskóla. Ég veit, þú trúir því ekki. Þessi agaði, hollegi, mikli og merkilegi skóli. Og hann var þetta. Já, ég hef nú stundum talað það að ég var líklega skólaleiðisti maður Hafnarfjarðar. Skólinn var svona haltu mér, sleftu mér, svolítið hjá mér. Maður hlakkaði alveg ekkert lítið til sumarfrísins. Þá var maður bara eins og kálfi hleypti út úr stíu með þeir þegar það var búið og fríið framundan. En hvernig sem á því stóð, og man ég alltaf eftir því, mér hlakkaði til skólasetningarinn. Það er ekki endilega skólasetningunni sem slíkri, heldur kannski meira að hitta krakkana. Man eftir því. Og það er nú svona meðmælið ekki. Maður átti þetta fullt af vinum þarna, maður hitti alla sína gamlu vini og þetta var gaman að hitta skólafélagana sem höfðu verið manni samstíga í skólanum alveg frá því að maður kom fyrst inn í skólan og við kvöddum saman skólan þegar því lauk öllu saman skólaskildinu lauk og ég hætti bara þegar skólaskildinu lauk og fór aldrei í skóla aftur og sumir gerðu það líka og ég veit ekki hver margir héldu áfram, ég reyndar að hef aldrei velt í neitt fyrir mér en ég veit að einhverjir af þeim bara héldu menntaveginn og
urðu læriðir menn, annars veit ég ósköp lítið allt þetta ágæta fólk, hvað varð af því. Ég ætla sé ekki bara sama með það að það mann eftir þessu nafni og svo byrju, hvað var það af þessum honum eða henni? Við vitum það ekki. Svona nú þetta líf. Að menn hvíslast í sitt hvor áttina og svo vita menn ekkert meira. Hvort að þeir eru lífs eða liðnir ennþá, hverjir eru farnir og hverjir eru ekki farnir, ég hef ekki hugmynd það. Áttu þeir mörg börn, líklega hafa nú flestir gist, börnin ég hef ekki hugmynd, ekki ræna. Þetta svona hin hliðin á þessu öllu saman. Og þetta hin hliðin á lífinu, en þetta svo sem hægt að velta þessu fyrir sér eða ekki, því að við verðum bara að trúa því og ég trúi því að líf þessara ágæta manna og kvenna hafi bara verið gott. En ég reikna með að það sé bara eins og hjá mér, það hafi svona verið upp og niður og upp og ofan og menn lenti í einu og öðru sem að enginn átti von á þegar hann var æslast á skólalóðinni. Og jafnilega tuskast þar við mann og annan eða vaði yfir lækinn gegn snúð, hálfum snúð. Eins og eitt gerði, hann óði yfir lækinn bara á spariskónum og óði upp á hnjám þvert yfir og svo kom hann og þá fekk hann snúð. Það voru velunin. Hún var, þá sagt hann, veður yfir lækinn, þá færðu snúðin. Ekki máli, sagði hann, og letið bara vaða úti og fram og tilbaka. Alls konar svona sem var í skólanum. Og þetta var líka í lækjaskólanum. Þeim ágæta príðilega skóla sem hann Þorgeir vinur minn Ibsen skólastýrði á þeim árum. Og var ekki Helgi yfirkennari, stór og mikill maður, ég man nú aldrei hvers son hann var og Helgi var yfirkennari. Þarna. Þorgeir Ibsen, það var nú borin mikil virðing fyrir Þorgeir Ibsen. Það var svona virðulegu kall og hann hafði góðan aga og góða stjórn á sínum nemendum og þeir sem voru eitthvað með læti, þeir gátu áttu vona því að Þorgeir segði við orð. Þetta var góður maður og kunni gott lag og krökkunum að hann hefur örugglega bara bætt andrúmið ef að hann tók að sér mál. Það var nú svona mín reynsla af því. Og í þessum óláta bekk sem ég var í, sem ég var að tala í upphafi og sagði að ég hef alveg bara verið ónýtur maður sem eftir að vetra yfir því að hafa ekki verið í þessum tíma sem allt sprakk í loftu upp, sagði ég. Að ég man eftir því að það var alltaf eitthvað læti á kallinum. Hann hafði vonda stjórn á krökkunum, það var alltaf eitthvað æsl og læti og hróp og köll en ekkert meira en það, engin svoleiðist. Og en ef að skólastjórinn kom inn, þetta heyrðist þetta fram á gang og kannski hann vissi alveg af því að hjá þessum kennari þetta var bara algengt eða það sem hann var, hann einhvern veginn hafði svo litla stjórn á krökkunum. Vegna þess kannski þetta var svona skapifarinn maður að það þurfti lítið til þess að espa hann upp. Og það vissu allir af þessu og skólastjórinn líka og svo átti hann það til. Og þá var einhver óvinnilega mikill háaði úr stofu 5, segjum það. Og kom inn, óvænt, það bara ding. Bara logn. Sjálfur skólastjórinn mættur maður. Og það þorði enginn að segja neitt og allir þóttust vera að læra og höllu og ég líka og nýbúin að vera að grýta flugvélum og einhverju út í loftið sem að gerði oft. Og hann var nú aldrei annað uppi maður þegar herra Þorgeir Ibsen mætti. Ég man ekki hvort hann kom bara til þess að lægja öldur, ég veit það ekki, en ég man ekki hvort hann sagði eitthvað að kom bara inn og talaði við kennarinn og svo fór svo út aftur. En ég veit að hann kom bara vegna það voru svo mikill hávaði svo kom út úr dyrnar. Þetta eru krakkar, svona eru þeir.
og sumir af þeim, og ég var nú kannski þar, voru þarna vegna kennarans, ekki fyrir sjálfan sig. En núna, 68 ára gamall, þá er ég nú aldeilis ekki sammála því að ég hefði nú auðvitað ekkert vilja missa af þessum tíma og fyrst og fremst bara því sem maður læriði. Þetta skilaði hellingu af sér í lærdómi og góðum verkum fyrir okkur. Ég veit ekki hvernig krakkar taka skólanum sínum í dag, en ég var ekkert svo eini sem að fannst bara ekkert gaman í skólanum og notaði hvern séns til þess að koma sér undan því sem gafst. En við eldustum öll, ef Guð lofar, og ég veit það líka, þessir menn sem að voru með mér á sínum tíma, þeir eru allir sama sinnis og ég að því leyti til að þeir hefðu nú ekkert viljað missa af þessu. Við viljum ekkert missa af því að læra eitthvað. Þó að lærdómur sem slíkur hafa verið okkur pínu og kvöl að við skildum ekki hvað var í gangi. Þetta komum við að krakka sem að vex upp í það að verða fullorðinn maður. Þá fer hann að sjá þetta miklu réttar. Þetta er barn gerir. Þannig er það. Sumir foreldrar voru með drengina sína í spennitreyju að láta á læra og þeir vissu það auðvitað að það væri best fyrir þau að læra, en aðrir voru kannski slakari með því, en ekki svo fyrir að þeir hvettu nú ekki drenginu og telpurnar sínar að skólabókunum, en svo var kannski ekkert meira. En sumir bara hafa tekið axlirnar á þeim og þeir bara þrýst niður á skrifborðið og lærðu. Nei, ég segi svona, ég man nú ekki eftir neinu svona, en allavega veit ég það að það var mismunandi mikill agi sem foreldrar voru að beita strákana sína og stelpur. Eru þetta betri menn en aðrir? Ég veit ekkert það, en örugglega ekkert verri menn en aðrir. Ég get alveg held ég fullyrt það. Ég held að við sem vorum þarna í bekkjónum okkar höfum öll orðið bara ágætis fólk. Annað hefur maður nú ekki heyrt. En eins og ég var að segja, að þá mann ég, eða eins og ég veit eiginlega ekkert hvað varð þessa menn. Ég veit bara að þeir og þær í dag eru 68 ára því að þau voru fædd sama ára og ég. Hvar fólkið er, veit það ekki. Hvað að þeim er lifandi, veit ég ekki. Hvað að þeim er farið, veit ég ekki. Þetta er svona hin hlíðin á lífinu. Við svo vorum að tala líka, þá bara gerist það að menn hvíslast. Og svo náttúrulega fullorðnast menn og menn stofna sínar eigin fjölskyldur. Þannig er gangurinn í lífinu. En þetta var svona smávegis skólasaga frá Lækjarskóla og þetta er eitthvað sem við öll þekkjum því að þegar ég er í Lækjarskóla þá er Lækjarskóli, jú, en á einhverjum tíma eftir að við byrjum þá byrjar Öldutúnsskóli og já, þá fóru þeir að skipta bænum í 2 hluta. Vesturbærin held ég örugglega hafi verið í Lækjarskóla og söðurbærin hinum megin Lækjar voru þá í Öldutúnsskóla. Líklega Holtið og það allt saman og þannig að þessu var alltaf skipt og alltaf var nú einhvern veginn miðað við Lækin. Hann skipti svona bænum í 2 hluta. Vestan Lækjar og norðan Lækjar. Nei, sunnan Lækjar og vestan Lækjar var það. Öldutúnsskóli var sunnan Lækjar og Lækjarskóli þá vestan Lækjar. Og þar er hann enn. Í sinni upprunalegu mynd og sem betur fer og ég þakka fyrir það. Það er nú eitthvað verið að nota hann. Þetta er ekki skóli lengur en þegar að Lækjarskóli er byggður þá var hann, kæri vinur, talinn fullkomnasti skóli í landinu. En í dag er hann auðvitað bara bassins tíma. Skólar eru nú ekki byggðir eins og Lækjarskóli
ekki skólar mest bara á einni hæð eða mest að leið 2 hæðum, en Lækjarskóli var 3 hæðir og upp bratta stiga fara upp á þessar hæðir, og þeir sem voru heppnir, þeir voru á jarðhæð. Ég held að hafa nú verið þannig gókunarröðun í þessu að yngstu bekkirnir, þeir voru efst uppi. Ég man eftir því þegar ég fór í fyrsta skiptið, þá voru við á efstu hæð, þar sem söngsalurinn og þá þurfti maður að fara upp alla stigana. Svo þegar maður eldist, þá held ég maður að fara niður á aðra hæð. En ég man eftir því að í síðasta bekknum, kannski 2, þá voru við á jarðhæð, og það var besti, það var styst að fara úr útidyrunum. Og það var aldrei skaman að hlaupa út maður, beint út á lóð þegar 5 mínúturnar komu, bjallan maður, þú maður stætti bjöllinni. Mér varst alltaf skólabjallan í Lækjarskóla að gefa frá sér fallegan tón. Man alltaf eftir þessum tón, þetta var mjög hljómmikill tónn og mjög fallegur tónn. Þannig að það var ekkert allt bara svart og sykurlaust við skólan. Ég man alltaf eftir þessu. Og þetta glumdi í hverjum frímínútum, hringdi út og svo hringdi þessi bjalla inn. Hún stjórnaði útgöngu okkar og inngöngu. Þegar hún hringdi inn, þá urðu til þessar raðir, alveg bara þráðbeinar. Það passaði upp á það, það passaði upp á margt. Ég held að Lækjarskóli á þessum árum hafa nú verið að skila af sér bara ágætis þegnum. Ég ekki nokkrum vafa það. Og allt hafi þetta nú orðið bara prýðisfólk. Ég ekki nokkrum vafa það. Flestir eignuðust nú maka, held ég, já, örugglega flestir, en ekki allir. Ég einn af þeim. Sé ég eftir því, ég viti það, að ég ekki einn af þeim mannu sem mikið að velta því upp hvort og iðrast og sjá eftir einhverju sem ég gerði. Ég sé ekkert eftir því. Þetta bara lífið, og ég hef alltaf verið maðurinn sem segir bara, þetta bara lífið, svona var það, svona fór það, og ég sáttur í dag. En það ekki bara það sem við þurfum að gera eftir argaþras þessa tíma og hins. Ég held það. En hérna við ekki að segja þetta gott, áður við verðum leið, þá verðum við að hætta. En við höldum að áfram, og áfram og áfram og áfram. Sjáum bara til. Og ég kveð á skólalóðunni í Lækjarskóla, með snúð í munni. Við munum eftir honum, ekki? Hvað það? Nú ætla ég að kveðja. Bless.